og verið velkomin í almenna í Valorant. Komið sæl. Fjórða útsending. Fjórða útsendingin. Já, ég Bjarki Melsteð. Daniel. Já, og í kvöld þá fáum við til okkar Ninjas og Apple Pie. Apple Pie Ninjas. Já. Þetta eins og við sjáum lið í 5. og 7. sæti. Ninjas ekki búin að tapa leik. Nei, þeir eru búin að klifra Ef ég man upp rétt. úr 8. sæti. Já. Í Voru deildinni. síðar 8, komin í 5. og takast af við Apple Pie Já. sem ég veit ekki hvernig er búið að ganga. Þeir sítuðu 5. allavega og Þeir eru í komin 7. niður í 7. Þannig að Þannig að þetta já, Ninjas er búin að taka þeirra spott í raun og veru. í raun og veru og er tækifæri fyrir Apple Pie til þess að vinna tilbaka sko. Já. Mjög spennandi. En eins og þú segir, þú veist, Ninjas hins vegar búið að fagna bara mikilli velgengni. Góðum árangri. Já, það búið að ganga vel hjá þeim. Þannig að í rauninni sko, þú veist, það hefði verið svolítið spennandi að sjá þá bara keyra inn í einhvern skona toppslag sko. Þessi topp 4 lið sem eru búin að vera þarna bara Já, á toppnum. já, en Hvort að Ninjas náðu að taka þá eitthvað niður. Já, en þeir fengu tækifæri til að rífa sig upp seinustu helgi, seinasta mánudag, seinast þegar við fórum yfir listan. Og þeir gerðu það? Já, og þeir fóru upp, þannig að núna þurfa þeir að verja sig og fá lenda á móti Apple Pie sem að vilja eflaust fá 5. sæti sér tilbaka. Eflaust, Já. þannig að vonandi fá bara geggjaðan leik eins og allir hinn leikinnir hafa verið. Ég hef búin að vera mjög ánægður með bara alla leikinn í mótinu hingað til. Ég Bara verð að segja það. Já. mjög góðir leikir. Það er bara ég leiði mér efast að þessi verið eitthvað öðruvísi sko. Já. Þetta verður örugglega bara þræl skemmtilegt. Þú vona En þetta ekki að jinx þessu samt. Kastakurs. Nei já, það er sem sagt, þú veist, en þetta er samt líka svolítið spennandi út af því að ég veit að í fyrstu umferð þá spilu Apple Pie þá í 5. sæti Við Peaky Turtles. Við Peaky Turtles sko, sem voru þá í hvað Þeir voru sítaðir, 3. sæti held ég. þeir voru sítaðir 3. Busti var ekki með fyrstu umferð, Já. þannig að Einmitt. það var svolítið kannski svolítið gap á milli. Já. En En þeir Apple Pie tóku einhver rounds af Peaky Turtles. tóku einhver rounds. Já, ég ætla ekki að segja Þeir að það ættu að voru vona mörg. það. Já, Já. ég ætla ekki að segja að það voru mörg, en þeir voru nokkur. En þetta gefur okkur svona smá tækifæri til þess að bera saman, sem sagt, Ninjas við Peaky Turtles þá, eða? Já, í rauninni, sko, ef maður fylgir þessu rock, paper, scissor kerfi sem að við reyndar ættum að vita að virkar ekki. svona besta sem maður getur gert, en ekkert endilega. Og Þá Já. eru liðin komin í lobby og bönnin já, komin í hús sem voru, Ok. ef ég heyrði rétt, Haven, Bind og Fracture Já, og og Breeze. Breeze. Og það er Apple Pie sem er að Nei, það byrja banna það er fyrst. væntanlega Ninjas það sem þeir eru efri. Var ekki neðri sem byrjar alltaf að neðra liðið byrjar að banna, Ég ætla að treysta þér fyrir þessu. eða ekki? Jú, Ég hef alveg rétt fyrir með hérna Já, já, þú hefur rétt fyrir þér. þannig það er að bara- við fáum kannski að vita hvaða mapp fyrir að spila fyrst þá, og það er þá Apple Pie Já, sem er að pikka fyrsta mappi. ok, já. Það er, þú veist, Líklegt ég að hlakka til sé- að sjá hvað ég velja. Það er Bind eitthvað svona. Já, fyrsta mapp er Ascent. Ascent, já. Þannig að ég þori að veðja að, sem sagt, það muni bara ganga ágætlega hjá þeim í sínu mapp ekki. Já, alveg, ég á bara von á hörkuleik. Já, þú veist, ég hlakka rosalega mikið til að sjá Ascent alltaf þegar að það er valið, sko. Það býður upp á svo ótrúlega mikið svona, býður svo mikið upp að lið séu búin að stratta sig almennilega í gang, sko. Já, Það er, minnst að minna svona einhvern veginn, þú veist, það er eiginlega meira í þessum nýrnum uppi það sem að fer einhvern veginn bara vonar eftir pikki, þú veist, svona liggur við, þú veist, Já, og vinnur út frá því, sko, minnst Ascent oft vera, þú veist, allavega að meta núna, sko, eins og ég sé hana að fólk, að Defenders halda svolítið aftarlega og það er ekkert auðvelt að fá pikk, sko. nei, Þú þarft eiginlega alltaf að fara í gegnum eitthvað utility, þú veist, þú færð aldrei bara einhvern veginn tækifæri til þess að lauma þér einhver staðar og ræna einhverju pikki, sko. já, og þú veist einhverju að fylgjast með, sko. Exi tók þetta á móti Peaky, Já, Ascent, og Já. þeir spiluðu rosalega aftarlega, gáða allt í rauninni á defense. Já, Ég var ekki að fíla það. En- það er svolítið máli, sko. Þetta er metan eins og ég segi og þá getur maður séð, sko, ef að liður eru búin að vera strategið í gang Já, á hvernig er- attack, þú veist, að þá vita þess hversu langt þau geta unnið, sko, áður en að þau byrja einhver svona executes og það
það sem ég fíla við Ascent er líka bara einhvern veginn við þessa metu sko, það sem ég langar svolítið til að sjá er að liðin á attack og þau fara í orbin bara 2 orb hvert einasta round á attack bara. Já, Ascent býður svolítið upp á það. Já, það býður svolítið upp á það sko. Að svolítið attack favored orbs. Já, algjörlega nefnilega, sko. Að notfæra sig það alveg. Já, þú veist. Kannski eitthvað sem Apple Pie búin að vera. Já, þú veist það væri gaman að sjá að þeir hafi pikka mappi af einhver ástæði fyrir heldur, þú veist, einhver annar heldur en þeim finnst það bara skemmtilegt sko. Já. Þú veist, þó svo það sé oft góð og gild ástæða sko, þá er samt alltaf skemmtilegt þegar það er eitthvað meira bak við þetta. En vitum við hvað seinna mappið er kannski? Það lítur að koma í ljós þá. Og já, þetta er svona haldið það sem ég vil sjá, þú veist, eitthvað svona mjög coordinated takes á attack og þú veist, og ef að annarkvort liðið ætlar að vinna með það að vera aftarlega á defense, allavega að vera með svona einhvern veginn defense sem að býður upp á ótrúlega hröð rotates og einhvern veginn eitthvað sem svona réttlætir það, þeir séu að spila svona aftarlega sko. Eitthvað þú veist eins og bara... Það sendi líka svona mapp sem að þarf að vera þrjóskur á rotatuna því það er svo mikið að þessum lurk það er satt sko. Spottum sem attack hliðin getur notfært sér rosalega mikið. Já, í rauninni það sem ég er að meina sko, ef ég, þú veist, ef ég er ekki alveg jafn svona veik eins og maður segir í mínum orðum, það sem ég er að meina er meira svona eins og að pikka, þú veist, Killjoy eða Cypher er svona almennilegan sentinel sem getur skilið eftir utilityið sitt. Já. Þannig að þú getur svolítið rotatað og unnið svolítið með það og þú setur spila svolítið aftarlega út af því að þú getur þá rotatað hratt. Þú ert sérst að fíla að liðin sé að spila aftarlega og gefa þá bara orbana og... Nei, ég er ekkert endilega að fíla það en ég er að segja ef þú ætlar að gera það, þá ætlar að gera það rétt sko. Ég vil sjá öfugt sko. Ég vil sjá berjast fyrir orbana, taka mid-control og... Já, það er reyndar sko það er svolítið sem að við áttur að vera skemmtilegt að sjá og við erum náttúrulega að sjá bæði lið hérna í fyrsta skipti í útsendingu. Þekkjum þau í rauninni voða lítið og eina sem ég veit er að Ninjas á einn hörkugóðan vappara sko. Jet. Já, Jet oppa, það er Jöklin. Já, þannig ég get alveg séð þá berjast Jet map. Sko. Já, þetta er gott, þetta er algjört svona Wordle map eins og maður myndi kannski þóra að kalla það sem að þú veist aldrei hvort að Jetan sé short eða A eða B. Já, það er svo mikið svona angles sem þú getur tekið í byrjun. Og svona algjörum Jet angles það sem þú bara dassar í burtu sko. Já. Náttúrulega þannig sé Chamber map líka þá en ég kannast ekki við það. Já, svo ég er ekki búin að pæla í því. Chamber náttúrulega sent. Sáum hann í seinustu útsendingu en teknilega sé hann bannaður í viku í viðbútt held ég, eitthvað svo laus. Já, hann var þá laus næstu umferð. Já, og ég held að liðin þyrftu að vera sammála að nota hann í þessum leik eins og við voru seinast. Við fáum bara kannski, það kemur bara ljós þetta smá. Já, einmitt. Það förum í Agent Select bráðum, líklegast. Já, og þannig fáum við það staðfest að Icebox er seinna mappi. Hvernig lístur það? Ninjas er það pikk. Ég er að fíla Icebox, mér finnst það geggja mapp. Já, mér finnst Icebox skemmtilegt. Mér finnst það rosalega svona liðis heavy map og sér liðin eins og Ninjas sem er að pikka Icebox og er búin að vinna þetta leikir hérna, þeir hljóta að vera að æfa sig. Já, þú veist, þeir allavega að spila mikið saman. Já, ef ekki saman sko. Þú veist, já, einmitt, það er þó svo sé ég kannski ekki eitthvað að henda sér í custom lobby eitthvað æfa dæmi sko. Og þá samt spila er vantilega mikið. Já. En við fáum þá að sjá Agent Selecti. Þá erum við komnir í Ascent og við sjáum hvort að Apple Pie sé attack eða defense. Ninjas fekk vantilega að ráða. Já, og þeir völdu defense. Þeir völdu defense eins og maður bjóst við. Við sjáum þarna Jöklin beint á Jetina, eins og ég segi. Skemmtilegt að sjá hann. Þeir eru allir búin að lokka inn bara. Þeir eru ákveðnir í því sem þeir vilja. Þeir eru með Astra, þeir treysta sér Astra. Ég fíla liðið sem treysta sér Astra og executaða vel. Hún er ótrúlega erfiður agent. Lekatt er á Jet. Það verður gaman að sjá hvernig hann verður upp á móti. Og sjá svolítið mikið að Breeds í staðan fyrir Sky. Já, það er sko, þú veist, ef þú ert, ég veit ekki af hverju próliðin spila í rauninni ekki meira Breeds. Ég sé mikið af hann í söðurkórusku sinni og þá er þetta svona þessi execute sem að söðurkórubúðunum með sem er svona alveg coordinated. Það bara, þú veist, Breeds virkar ótrúlega vel í þau. Þú veist, hann er með geggja utility fyrir svoleið sko. Eins og kompin eru núna, þá sé Apple Pie verið með sterkara komp eins og þegar Ninjas lokkin reyna sem
Já. Annan duelist. Mér finnst þetta bara... Ég sagði það í minni fyrstu útsendingu hérna að ég ekki fan af Reynu. Þú þarft að poppa off eins og maður segir. Þetta svona svolítið hitt og miss finnst mér stundum. Já. Það hérna... En sjáum hérna líka hérna Donkey Rat hjá Ninjas. Þetta leikmaður sem að hérna... alveg ótrúlega góður á Killjoy. Ég held að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með honum. Killjoy bíðinu eins og maður gerir á Ascent. Já. Sage, ég hef ekki séð Sage ennþá í mótinu held ég. Nei, við sáum hana ekki í síðustu umferð held ég. En þeir eru sko, eins og þeir ætla að fara beint í bara, þú veist, Killjoy utility B, ekki að fæta orbið og síðan bara veggur A, ætla þeir bara að pusha miðjuna, þú veist. Það væri ógeðslega fyndið að sjá það. Þeir eru með svolítið mikið. Það eitthvað smá duels þarna á annars staðar mappinu mitt núna. Það ljúkkar eins og A-split eins og það er. Já. Kannski jöklinn nái. Timing. Hörru, þarna sér hann eitthvað. Dassar ekki á Dassi ennþá inni og notar það ekki. Orbi hæja eins á þeim. Þeir eru strax komnir í bakið á Snitsel. Nema veggurinn að tefja vel. Þeir klíra ekki vinstri. Herru, og þarna bara búið að hreinsa allt A-defensið. Ekki gott að tapa þessu. Já, Lecate virkilega lágur næra dinga Donkey Rat. Þetta bara, Gameboy komin í mjög erfiða stöðu, 1-4. Þeir vita að Lecate low, væntanlega. En hann bara einhvern veginn á, þú veist, það bara tímasóun að ætla að eldast við hann. Það samt að svolítið að setja upp fyrir gefa honum 1v1 hérna. Já, það enginn sem svingar, bara nema seint. Audio bara svingaði virkilega seint þarna sko. Þú veist, Audio og og Killjoy sem að það kleppir, þú veist. Þeir hefðu bara átt að svinga ASAP hana sko. Já, Lecate kemur stóru út, vinnur sína gunfights. Já, þetta var big sko. Þetta var bara virkilega flott rand hjá honum. Séðan að stilla sig alla fyrir framann B. Já, og þetta er bara full by Spectres. Núna vil ég sjá þá bara svolítið hlaupa, bara ekki sleppa W-takar, menn sjáðu, þeir eru 3 í vörn, A og B. Þeir eru alltaf pússinda líklegast, með flassi eða eitthvað. Þeir eru ekki með flass. Nei. Þeir bara, þetta er eitthvað svona dry push bara, þeir ná einum. Hann var í ómögulegri stöðu þarna sko. En, þú veist, þeir fá, þú veist, náttúrulega allt info strax og ná einum. Það er spurning, sjáðu hvað þeir eru sniður. Killjoy heldur Spectreum. Þannig er ekki einu sinni neitt fyrir þá að græða næst þar annars þar sko. Ég vil sjá reyna að halda þeim inn á sætt. Taka byssur af. Já, bara láta á, þú veist, missa fleiri á leiðinu út. Já, ekkert vera að reyna að hlaupa inn. Nei, já. Þú veist, þetta áorkaði engu. Nei. Bara þarna bara þeim fleiri sem deyja bara á exit. Besta sem þú getur gert er að bíða, fá exit frags, reyna að halda þeim eins lengi og getur inn á sættinu. Þarna hefði ég svolítið vilja sjá bara hvort að, Snitsel hefði verið með slow warp. Slow warp hefði verið big þarna bara. Þegar þeir byrja að exita, bara slow warp á. Já. En í staðinn hlaupa þær inn með classics. Já, kannski vildu þau bara klára þetta hratt. Bara go next. Beint í round 3. Bara vinna það. Aftur, líklega sama stratti þetta með bónus. Búin að stilla sig fyrir fram að B. Fara hægt. Já. Var ekki eitt sem steppaði þarna? Sage koma alltaf en fóður. Já, og geggja blind, nema það allir smókarnir eru bara fyrir. Græðir ekkert á því. Þeir ná Donkey Rat inn á. Blindsprayin eru að virka, en þeir pusha ymmit þegar að ammói klárast. Það eru 1-5 Lecate. Sko, ég ekkert að hata þetta round, sko. Þetta er bara geggja bónus strax, sko. Þetta er alveg doable, sko. Og þeir eru að gefa honum 1v1s. Þeir eru að horfa á sig eitthvað leini. Gefa honum þessi 1v1s. Lecate að gera virkilega góða hluti sko. Já, hann bara fyrir létt með þetta. Þeir gáðu honum þetta. Já. Ég verð að segja það. Hann hefði að dassa allar inn á plantinu. Já, Lecate er 9-0 eftir 3 round. Það getur svolítið svona jet show kannski. Já, kannski. Og peningurinn bara ógeðslega flottur. Bara spar. Þú veist, hjá Apple Pie núna. Ninjas bara sendir í eitthvað svona þeir fara aftur 5 fyrir framann sæt, núna er það A-main. Snitsel er með vegg en þeir verða fljótir að fara í gegnum hann núna. Veitu, kannski ef einhver fyrir upp þá næra kannski ekki, nei, hann fyrir bara beint í vegginn. Já, núna eru þeir með allt info, en þeir bara gefa sæt.
þú veist, 5 manna retake á móti bæ er bara eiginlega alveg að nervitt og að reyna að ná einhverjum kills þegar þeir eru entry, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að Snitsel nær einum, Ninjas bara blindsvingar, veitu, tók gott, nei, hann var hann niðri. Og bjargaði Katter létt. Já, sko, já, 1 pick með því að blindsvinga smoke. Þeir eru ekkert að gera þetta flókið, Apple Pie. Nei, já. Það er bara jetsmoker, nokkur astarsmokar, eitthvað pool og dassarinn. Það er ekkert flókið við þetta. Þeir eru, en Breachin er líka alltaf að flassa fyrir það, sko. Þú veist, þannig að þeir eru ekki hræddir. Þeir eru að fara inn, sko. Býtu hann, Koaru náði hann með klassiknum úr A-main. Það er reyndarlega smáfundi, það er ekki að það. Já, þetta er bara svolítið Apple Pie show at the moment, en Múndi sjá einhverja ströttjón Ninjas og breyta einhverju, setja killjoin á A. Það er sko, ég fíla svona mixture up, sko, bara, herri, þetta er ekkert endilega að virka, við skulum bara aðeins færa okkur til, sjá hvort það breyta einhverju. Og aftur, Apple Pie, 5 fyrir fram B. Já, en núna fóður aðeins, núna er þeir með stólið frá Snitsel. Snitsel er með allt utility og það er stutt í, Jet og Omen. Mikilvægt, hann er að stóla. Já. Hann er að bíða eftir að, þetta er eitt sem ég er að fíla hjá Snitsel. Það eru sumir, sem byrja bara að henda slóvarborðum bara strax. Það er ekki einu sinni búið að eyðileggja vegginn, þú þarft ekki að henda. Ok, núna, þeir eru samt hræddir að þetta sé fake, sko. Núna þurfa slóvarborðin að fara að koma, sko. En Apple Pie líka agaðir að, Og Britsulti á side, nær engum. Er það ekki svolítið ónauðsynlegt? Killjoyti nær einum. Já. Áhugavert. Ég hefði nú bara sendt Breach í tengju og látið hann ulta þú veist, þessar staðsendingar sem að þeir eru pottitt á þegar þeir eru fyrir utan killjoyti, sko. Kleppir með risastórt play. Oh my. Hann er að fara. Risastórt play og Kleppir. Hann er með Molly, mollaði bara böngina. Já, þetta er bara, hann er að bjarga þessu randi. Hvað hann er að bjarga þessu randi? Hann bara spilta hægt. Já, hann þarf ekki einu svona að engagea í þessu duel, sko. Hann veit að það er ekki að... Flottur. Hann er með það. Kleppir! Kleppir bara, nema hleypur að sprenginu, hann geti alveg í dáið. Nei, hann er góður. Þetta var rosalegt rámt og Kleppir. Ég verð að segja, mér finnst bara eins og að, þú veist, þetta lítur einhvern veginn svo illa út svona þannig sé bara eitthvað þetta er bara allir 5 að fara, alltaf þú veist það, allir 5, þú veist, hvernig virkar það? En þeir eru bara að láta það virka, þeir eru bara að nota til sitt rétt og þú veist. Nákvæmlega, núna, þeir eru greinleika með strött, þetta lítur út fyrir að vera A-splittið þeirra sem ég ætla að taka hérna. Já, við sáum þetta áðan að Astra og Jet fóru miðjuna og síðan upp shortið. Já. Þeir verða samt engagea núna held ég af reinunni og það er verið að pussa B líka. Pussa B, þeir eru 2 að horfa með, þeir smókaða bara en vera skottir í bak hérna. Með Judge, nei! Og þeir eru með Judge og Spectre síndist mér. Og já, og síðan endriði þeir bara aðeins með ultunni hjá Reis, sko. Sorry, þú ert að takta allan upp skambusuna. Já, þetta hefði mátt fara betur. Hjá þeim. Það er alveg satt. Hjá Ninjas. Já. Herri, þá er það round 7 og það er aftur bæround hjá Ninjas, sjáum við þetta snúa við núna. Jöklin er komin á vappan, en þeir hafa ekkert verið að sína sér miðina og hann er á miðinni. Náttúrulega ef hann fer einhvers staðar annars staðar, þá er hann bara að fara að éta allt þetta utility í andliti, sko. Þú veist, bara, en ég skil samt ekki að hann sé á miðinni, sko. Ekki með við hvernig þeir eru búinir að vera að spila, sko. Það tekið sitt, en setja Jetin á lurkið. Sér að þeir eru strax búin að fá info B-main. Ok. Þetta er dassið. Já. Það er, og þeir eru að fara að kíkja miðinu núna, Jöklin er með vappa. Hann er bara pikkaður. Hann er bara Kleppir. Kleppir er að hitta skotunum sinum í dag. Þvílíkur leikmaður. Já. Vá, en sérðu, Snitsel er að pussa B-main aftur, þannig að þannig að þeir eru með gott info, við vita þetta sko. Þeir eru alveg vita það. Þeir vita þetta sko. Núna þarf Donkey Rat að gera eitthvað stórt. Ó, hann næri að dodsa plassi. Vel gert.
ákveður að aktivita móluna, þetta var mjög óheppilegt. Já, ótrúlega leiðilegt þegar herru, þeir ressa og getur ekki búið. Þeir eru lágur að HP inn á sæt. Já, og Gameboy nær einum en er mjög lágur sjálfur. Snitsel með heal, ok. Þetta er alveg klárlega doable. Þeir eru allir í A-main, það er rosa auðvelt. Þeir mynda að smóka það bara út, spamma smókin. Þú veist. Þarna, flott hopp hjá Leikater, sko. Og þeir eru með mollur og þeir ætla að pústa gegn. Nota reynaflassið, þið verðið að nota reynaflassið. Já, líka bara horfa á bombuna, þú veist að Killjoy er í lífi. Já, þú veist, skjóta bombuna, einmitt. Já, bara skjóta mállanann að Killjoy. Já. En þeir læra það vonandi eftir þetta round. Núna vil ég sjá Ninjas bara taka timeout, sko. Já. Það er bara... Guðsumlöf taka timeout. Bara, þú veist, eða nota þetta round, basically í að stratta sig eitthvað og taka timeout í byrjun á næsta roundi bara svona til þess að, þú veist, auka eins. Tíman, ennþá meira sko, bara taka bara alveg góða 2 mínútur í bara að pæla aðeins hvað er í gangi sko. Herru, 4B, Snitsel með hérna þröngalínu, nærlega kattar þetta á geggjað. Og þeir leif honum að, þú veist, komast í það að setja vegginn. En Kleppir tekur orbið, þess að hann sett ekki með ult. Þeir lappa í burtu frá B-inu, það er alveg opið. Reis gæti tæknilega sér bara siftaði inn á A eins og er. Já, þeir Donkeyrat getur nú alltaf verið að hlaupa eitthvað inn á þessum tímabúti. Verða þeir ekki að fara bara eitthvað hægt. Herru, Donkeyrat bara white-swingar þetta. hann bara white-swingaði og fór að falda sig í hotinu, sko. Þetta er... Þeir hafa einhverjar áhyggjur Hýra í orbinu og við sjáum Rotates koma inn á... Þeir fara í burtu. Hann fær allt infóið. Hann fær allt infóið. Samt 50 sekundar eftir, sko. Þannig að... Nægutími. Já, en sérðu, Ninjas eru rotita en þeir hljóta Jöklin hlýtur að heyra þetta. Jöklin heyrir í þessum, hann heyrir í þessu sporum hjá Reis, sko. Er það? Ég myndi halda það, hann er ekki að horfa hérna, hann er skotin í bak eða hvað. Dassaðu. Og herru, þarna allavega kemur Dismiss sem bara út á miðuna, frekar heldur en eitthvað baku kassan eða eitthvað. Samt ágætt spar, 3-3 á. Og fara inn á A núna, þeir eru bara út allt. Veitu, sjáum hvernig er 20 sekundur á klukkunni. Ef það kemur, herru, big ult. Þetta er big ult, sko. Násamt planti. Já, þetta var kannski ekki alveg nógu big. Og þarna kemur counter ulti. En Donkeyrat nær allan audio, þetta er 3-2. Ætla þeir að, ef þeir fara bara beint í diffusi, þá, nei það er Molly á bombunni. Hann nær því. Opnar hurðina og er out. Þá rössa þeir inn á og þeir heyra hann í bak. Nei, byttu. Þeir leifa hann að komast upp með þetta. Hann er bara komið tilbaka. Og nær einum. Og þeir ná bóðum. Hvað gerðist? Ég bara, þetta round er, þetta fyrir bara í sögubækunar. Byrja á B, fara síðan A, fara síðan rotate allalega yfir á B en fara í gegnum miðjuna. Fara síðan A. Og Defenders vinna og þeir eru spar. Þetta var bara eitt með rugglegasta round sem ég séð held ég. Þetta var náttúrulega bara, þetta var bara geggja. Þetta var samt svo mikið, þú veist, mikið apple pie, bara einhvern veginn, þú veist, ok, það er einn í teinaðir og þið vitið að það er einn í bak út af því að Gameboy var hlaupandi. Já, þannig að hvar er hinn gæinn? Það er 2 eftir, þú veist, hvar er hinn gæinn? Hann er teinaður inn á site, skilur við. Farum bara að sækja hann, skilur við. Og þú veist, en þeir... Kannski voru þeir bara jafn bruglegar á við? Já, kannski, en þeir allavega ákvað að fæta Gameboy og hann heitti skotunum sínum og þú veist... Þeir eru farnir aftur í 5 bara inn á site. Herru, sástu, það var eitthvað Molly line-up. Snitsel hljópi bara Molly line-up á stiganum hann. Þvílíkt das. Gameboy svingar, Jöklin svingar líka, þetta er bara trades. Þetta er bara trade eftir trade. Já, og orðið 3-2. En svo einu sem trade ekki er entry fraggarinn, Leikater sem tekur sæti. Já, þetta er bara... Svolítið spes. Já, þetta er, þú veist... Já, núna verða þeir að spila saman. Núna verða Donkeyrat og hann skýtur einmitt í gegn. Ég vil bara svo reyna og flassa sinn hana. Heldur hann sé einhver bak? Þetta var erfitt, sko. Hann er búinn að halda Reynoldsinu allan leikinn. Já.
Bara þú ert undir, akkur ekki bara að reyna á það 2-3, þú ert með flöss. Já, þetta var rosalega erfitt að ég var að koma þarna sikkur áttinni og voru ekki nógu fljótir að þetta var samt kannski bara vel gert hjá Apple Pie að fatta að þeir væru að koma úr sikkur áttinni þannig að þeir gætu náðu einhverjum 1v1s. Já, þessi 5-manna attack á sites að virka rosalega vel hérna. Já, það. Núna eru þeir að fara beint inn í Killjoyn aftur en það aftur spar hjá Ninjas eða svona semikaup eitthvað sko. Þú veist, hann fær hérna info með bottanum. Það eru 5 á það. En síðan bara, hann dingaði bara já, Disco þetta var aðeins og lélegt sving hjá Disco. Ég fatta hugmyndina að fylgja eftir sko. Já. En hann einhvern veginn fór bara í hauslínuna skilur sem var verið að skjóti. Þannig að, þú veist, hann dingaði, sérðu samt lífið. Lífinu ekkert lág. Reisi núna og Lara, var einhver sem hitt hann í gegnum eitthvað? Ég sé af hverju Apple Pie valdi þetta map núna. Þeir eru að gera virkilega góða hluti sko. Virkilega góða hluti. Veitu, Snitsel var komin inn á og heyrir hann ekki í hann? Núna þurfum við bara að skjóta sprengjuna til þess að Killjoy-ulti sé ekki að ná ykkur. Já, skjóta mólunar. Gera það ekki. Nei. En veitu, Gameboy hérna. En hann lár. Nei, hann ekki með mólunar á bombunni, hann að henda þeim. Hann með line-up. Hann að henda þeim. Hann með line-up. Hendi þeim og poppa þeim bara leið að lenda. Það smart. Það smart. Það mjög smart. Herru, hann gleppi deyr bombuna. Ok. Útsendingarstjórn segist vera meðvitu að hljóðið sé eitthvað skrítið. Við vonum bara að þau finna út því. Annars gæti verið að við hendum í smá BRB-skrin á milli leikja bara. Já, laga. Já, til að reyna að laga það. Klárum við leikinn þótt að hljóðið sé kannski eitthvað með smá vesen. Já. En... Já, það var komið út en. Það dælan komin. Það bara ef þið fara allir 5 einhvers staðar þá ætlum ég bara að skjóta hana veg. Já, byrju, hann sér þetta. Næri Legater. Bara fyrsta sinn sem ég sé að Legater ekki ná entry. Já, hann búinn að gera góða hluti sko. Herru, hann náði törnundri. Það ekki. Ég að fíla þetta reyndar hjá Ninjas, þeir eru búin að taka miðuna alveg gjörsamlega. Já. Búin að loka það inni hjá bíinu. Þetta það sem þú þarft svolítið að gera, ef þeir eru alltaf allir 5 að fara einhvers staðar. Ég hins vegar fílaði þetta ekki, að bara einhvern veginn svona... Já, Omen flassið er kannski ekki það besta fyrir svona pík sko. Þetta var geggjugreina. Geggjunate. Þessi betur við að gera hann ekki mikið. Hann kappar bara í miðju. Ég get svarið að hann var ekki hættur að hlaupa þannig sko. Þeir enda bíinu, þeir eru alveg lokaðir hérna inni. Jöklina með vappa. Jöklin tekur á móti þeim. Já. Hann er bara að fara að dassa út af þessu sko. Nei, byrju, hann nær mér segja... óefinn. En Donkey nær... Í gegnum vegginn, eða ekki? Jú. Gegnum vegginn. Þessi dæla sko. Hann kom út stór hérna. Sko, ef hann hefði bara últað á þarna, þá hefði hann örgulega bara getað farið í eitthvað... Nei, byrju, er hann með bombu eða? Nei, hann er ekki með bombu. Sko... Ég fílaði mjög vel hvernig Ninja spilaði þetta Já, fyndi pæling. Hann vissi að það væri 3 þarna upp í bótás. Ef hann hefði bara últað, bara hlaup í það og bara til. Það er svolítið bjartsýnt. Kannski svolítið. Ég meina það, þetta bara er 1v1 í kjölfæði. Já, kannski vonandi fá að sjá eitthvað comeback hérna hjá Ninjas. Þeir eru byrjar að fatta kannski aðeins og seint að þeir eru bara 5 að fara oftast á side. Já, þeir eru sko, ef að Donkey Rat hendi sér bara í krátsi hérna og dælir. Já, hann hægði alltaf að þeir hugsuðu þessi tvisar sko, þeir eru bara ok. En það séum við að Breach ult, hann hendi bara út. Þeir eru samt að reyna á þetta. Og þeir nota séð til að eyðileggja hérna lockdowni, það er geggjað. En þetta gengur ágætlega, þeir eru bara keiri, já, bomban fór í gegn. Donkey Rat á þetta side. Já, þetta var, þú veist, ég ætla ekki að segja endilega að þetta hefur verið geggja vel spilað á Ninjas. Ég held að þetta hefur bara hreinlega verið illa spilað hjá Apple Pie. Þú veist, illa spilað hjá Apple Pie? Já, leið og... Það er ekki fíla astrolti eða eitthvað? Sko, ekki ef að Legater hleypir sem bara með bombuna í gegnum það og deyr, sko. Nei. Þá fíla ég það ekki.
Ég er samt alveg að fíla að Breach svolítið að taka lockdown eða því þú ert með lockdown í gangi þá áttu svolítið vona á því að þeir eru ekkert að fara að koma. Já, þú veist, ég fíla alveg Breach-ultið og séð til að eyðileggja en síðan ef þú setur niður Astra-ultið þá áttu, sko, líka Astra-ultið, það blokkar þig í að skjóta þá sem eru stönd. Já. Það var í rauninni ónæsilegt, sko. Setja Astra-ultið kannski bara Heaven já, eða eitthvað, sko. Í staðinn. Já, þú veist, ég var allan ég hef viljað sjá þetta ránd einhvern veginn aðeins öðruvísi, sko, en allavega, núna Ninjas komnir í attack, kannski er þetta bara, kannski heitir dagsins bara attack. Við þurfum bara að sjá. Það er bara short, þeir taka. Sér allt drastlið og það er komið rotate. Ég fíla þetta, þeir eru að taka shorti alveg, nú eru þeir hrættir. Já. Og Killjoy er að taka A-minn og þeir eru búin að taka B-minn, nema hvað Legater tekur jöklan á miðina. Sem er slæmt. Já, þeir eru komin inn á A. Já, það er komið plant bara, en þeir eru þeir halda samt ennþá í rauninni sko, Disco Ball kemur bara. Þarna kemur reynan pistolrandreiðan sem við vildum fá í fyrri hálfleik. Já, og komin í overheali veggurinn fyrir Heaven, veggurinn svo sterkur og pistol, sko. Þetta er erfitt fyrir það núna, sko. Þetta er mjög erfitt fyrir það og hann er með slow-orbi líka ef hann vill bara fara í bara, heyrðu, þið eru ekkert að fara að swinga okkur, sko. Já, og Legater er með ekkert í HP. Heyrðu, hann kemur það en þeir, aðeins svo seint, nefnir jú, þeir nær Disco Ball sem var óvíðar. Legater þeir náðu nefnilega, Breach mjög low, sko, þannig fyrir að spila saman. Já, þetta tókst átt. Þeir elskar að taka bara one-on-ones. Já, þeir þurfa þessa æfingu í að swinga saman, sko. En já, alfarinn þarna var tekinn low þegar að swinga úr að main á hann, sko, og slow-orbi skilaði sér, sko. Ég verð Velspilaði Ninjas og kannski erum við að sjá eitthvað comeback. Það væri náttúrulega draumurinn að sjá þetta fara út í svolítið jafnan leik, sko. 5 Apple Pie menn. Þeir ætla bara að klára þetta, þeir eru með breach-flössin líka. Þetta er ekkert joke round, sko. Þeir ætla bara að flassa og flassa. Þeir ætla bara í dash. Og dash, já. Hægri klikkið, eyðileggur. Nema annað flass er svolítið erfitt á þetta hotn út af því að það er annað hotn aðeins lengra sem að loka svolítið. Þeir eru samt búin að ná, sko. Þeir eru búin að ná öllu nema einum. Það bara don't gera þetta mótið 2 sem hann 6 á B. En hann náði síðan 2 fyrir þarna og einn eftir með 6 á B. En hann með bombu. Og já. En sér að alfarinn, Breachin, nær 4. Já. Það klikkar ránt, sko. Þetta er geggjað fyrir Apple Pie. Ég held að þetta seinna flass myndi bara ekki skila sér út af því að þeir voru svo margir inn í tengi og þetta seinna flassi næri ekki inn í tengi. Ég meina hvað annars þetta flassa hana? Það er nefnilega spurning. Getur það ekki flassa húsið, það flassar bara sjálfa þig. Þetta er svona. Ég var að fylgja í botn og sér að alfarinn bara kom með keypti opin handa Legater. Já. Og bara er no armor. Hann ætlar að loka með hérna. Já. Það er bara, ok. Ég fíla á meðan jöklin er bara á Marshall. Hann skýtur mig, ég er ekki fíla þetta skot. Nei, núna vita þér að það er vappi þarna. Sér að jöklin. En byrju, Legater er bara að pusha. Nei, já, jöklin er að pusha það vappar. Já. Í gegn. Ok. Ætla jöklin núna að swinga. Ekki alveg nógu vel gert. Quaru með einn, Kleppir með annan. Núna held ég að jöklin og Donkey Rat þurfi bara að vera, Donkey Rat það bara, þeir vita hvað hann er, leyfa þeim bara að koma svolítið að hönda sig og reyna að ná guns, sko. Já, hann þarf bara að gera þessi bestu. Nei, já, hann er með Phantom, já, nei, hann ætlar ekkert að. Hann er að hann swingar þetta frekar til að hoppa. Þeir vissu af ópanum, smókuðu hann af. Reyndu að ná í hann og voru bara teknir niður af hann. Já, þetta er svona, veist, maður einhvern veginn venst í að vera ekki að faðma sinn næsta vin, sko, þegar maður er að pússa eitthvað svona út af því að flestir eru með, geta dottið í sprayi og tekið mann. En ef þú ert að pússa svona vappað, ég hefði viljað sjá þá bara, þeir koma bara báðir bara samtímis út úr smóknum. En núna lenda þeir í spari. Já. Og staðan er 5-10. Já, þetta er erfitt, sko. Smóka nær honum í gegn. Blinda skoti, þetta er kannski að næstu því nær öðru. Þetta slikkt einhvern, sko, þetta sinni skot.
þess að keyra upp shorti. Þeir ná allan einn byssu. Guarro. Þarna Astra að gera góða hluti. Bara akta sem defensive agent sko. Flott skot á jöklum. Nær discoból byssunni. Nei. Þá það bara aftur Donkey Rat sem þarf að hann að gera sitt best og þessari erfiðu stöðu sem hann lendir í aftur og aftur. Herðu, hann samt það kannski sjans á byssu. Feikar bakkið. Þeir kaupa það samt ekki. Nei, hann ætla bara að halda línunni Lecater. Já, sko. Endar í hann bjóst ekki við að myndi faðma vekkið svona mikið. Með vætsving, viffar. Góður flottur törret. Flottur törret. Nei. Kleppir kemur á full nývana, svolítið panik. Já, þetta var, ef hann hefði fleiri skot, þá held ég að þetta hefði bara góð tilraun, mjög góð tilraun. Bara farið his way sko. Þetta var allavega geggjur tilraun, já. Við sjáum að þetta er svolítið Lecater sjó. Já, hann er þessi leikur sko. Alveg búinn að sýna hver er betri jettin í þessu leik sko. Já, í nákvæmlega þessu leik. Þá er það allavega Lecater sem að name of the game sko. Donkey Rat bara með 1 KD að toppa í hinu liðinu. Ég sá ekki, keyptu þeir oppa líka, er jöklinn með riffil bara? Þannig að með riffil bara lítur út úr þeirra. Já. Núna þeir að reyna svolítið dræp. Ég held að Ninja sé ekkert endilega verri shooter sko. Þannig að það gæti verið að það hendi bara betur fyrir þá. Þeir nota séð á breachinum til að eyðileggja þetta var. Þannig að mjög sniðugt. Fiskar hann, eða kattar hann af miðjunni en hleypur síðan í línuna. Þeir eru með svolítið lokað á allt. Já, allan í þessu rándi sko. Donkey Rat nærileg klapper. Já, gott pikk á. Komnir inn á að ná líklega spantið eða eitthvað, bomban fyrir gegnum short, mætir breachinum. Já, nær flassinu. Gott flass. Geggjað. Það er annað klöts og kleppir. Ég held að hann á ekki að feitu klötsu seinast sko. Tekur hann ekki vappan og bara, það er safe player að taka vappan og bara flýja sko. Og Ninja sætti ekki að hönda út af því að þeir eru ekki með economy í því sko. Þannig að það er bara spar, aftast á B. Já. Það er bara match point. Eða hvað, nei þeir já, þetta er náttúrulega Ninjas. Nei, alveg öruglega. Svo ná einu rándi, kannski fá að sjá að koma eitthvað tilbaka, þeir ná að spara voppan. Flott rándi Ninjas. Já. Donkey Rat kemur stór út með að taka Lecater hérna í byrjun. Og núna er annað mikilvægur sigur sem Ninjas þarf að ná í til að losa sig úr þessum Lecater klóm sem er alveg halda utan á það. Þegar hann er á þessum appa. Já, þetta er, ég myndi að halda þessum appa. Er það ekki fullkaup eða kleppir á 4-8? Búin að stilla sér í B-main með línu. Skilja middir svolítið opið og þeir eru svolítið að fatta það núna því jöklinn er að reyna að koma sér upp með miðuna. Það í rauninni virðist bara vera að virka þessi dry push. Þú veist, venjulega myndi ég ekki mæla með þeim, en ef þau virka, ég meina þá bara núna kemur og fyrir svingið kannski hérna. Já, með skrítið að það ekki nota utility sitt. Meðan nær Lecater jöklinn á miðunni. Ef einhver engage að turreti þá finnst mér ótrúlega skrítið að fara ekki bara beint í pullið og svinga sko. Já, Guarro með bombuna á shortinu. Já, hann bakkar samt, hann treystir ekki til að halda. Og Lecater með annan. Rosalega erfið. Þeir get ekki haldið sko, þá er þetta bara match point. Það er aldrei að fara að virka. Guarro klárar þetta bara. Það er bara svo leys. Núna match point. Já. Þetta er búin að vera aðeins öðruvísi leikur heldur en ég bjóst við. Verði ég að segja.
Já, en mér finnst bara augljóst núna Apple Pie völdu þetta map og eru búin að æfa sig á þessu. Já, það lítur að vera sko. Allar svona að finna hvað virkar fyrir þá sko. Já, alveg frábært að sjá það. Og svo vonandi að fá að sjá bara svolítið öfugt, kannski í Icebox á pickinu hjá Ninjas. En þetta ekki búið, ég ætla ekki að fara að tala næsta leik. Það alveg ekkert að snúa sig við sko en but let's be fair, það ólíklegt. Þeir eru bara að prófa no sound approachið en þeir eru 3 þarna á. Frem á A, skilja miðina, opna. Ná að svinga í Koaru. Hleypur bytt í mollan, erfitt. En þeir eru samt búinir að pikka Oddí og þeir vita alveg að Kleppur er þarna sko. Vita á hann myndir. Já. Það gengur eitthvað illa að eðilega geta turret. Hann næra. Ég kynna ekki með brýtsulti. Já. Og þetta er bara geggja brýtsult sko. Katter klárar leikinn með 4 fröggum í enda. 33 frögg, sá ég það rétt? Við sjáum það á skorbortinu núna. Já, það er náttúrulega spurning hvort við ættum síðan að reyna að drífa okkur yfir í bara Eitthvað sound issue? Já, sem sagt að reyna að laga það. Það verður náttúrulega kannski best að gera það bara meðan við erum á skilja skorbortið kannski bara uppi? Nei, fara bara í pregame sko og láta tónlistina spila. Og þá er
Ja, við erum velkomin aftur. Smá tæknivandamál að stríða okkur. Vonandi búin að finna lausna þeim. Eitthvað, Já. ætti að vera vonandi að vera eitthvað skárra. Já, við erum eitthvað svona... Það er afsakað það. Já, og vandamáli lýsti sér þannig að við þurfum að tækla það í beinni. Þannig að það er vonandi bara að lagast núna á næstu sekúndum. Það heyri einhverja breytingar á næstunni. Líklegast ætti það að prófa eitthvað. Já, vonandi allt til hins betra. Svona það, við vildum ekki rjúfa streymið. Nei. Það er svo leiðilegt að þurfa að rjúfa og starta eftir. En ok, við skulum bara gera ráð fyrir að þetta sé orðið enskara og tölum aðeins hennar leik. Le Cattersjó. Le Cattersjó. Alveg hjartið voru klóin utan að þeim, bara gátt ekki. Þetta var svolítið þannig. Og síðan svona, eftir að hyggja þá var ég bara eitthvað, þú veist, ég var svona basically farin að mæla með dræpuss, sko, inn í vappa. Já. Þú veist, þetta var orðin rosa skrítin stað, sko. Já. Þetta var, En augljóst líka Apple Pie búin að æfa sig eitthvað já, á þessu mappi, voru með strött sem voru að virka mjög vel. Já, einmitt, þú veist. Og ekki bara að gefa Le Catter allt kreditið, þetta var náttúrulega... Ég held að Breachin eða Audio hafi verið að... Já, líka bara klappir með klötsin. Já, einmitt, þetta var... Team effort, en Le Catter auðvitað stór í öllum rándanum. Þetta var, þú veist, já, svona, ef maður horfir á þetta, sko, þú veist, einmitt þeir tóku líka svolítið svona team player agenda, sko, Breach og Astra, þú veist, þetta er svona þarft gott communication og svona, þú veist, vinna eins með einhverjum öðrum, sko, til þess að nota... Þeirra map-pick. Já. Og kannski fá að sjá ninjas með eitthvað svona svipa Já, það er í Icebox í Icebox, sko. Já, það er við vorum að fá að heyra það, þá fikk það eins meira í hljóðunum sem við af illri nauðsyn gerum í beinni. Það er svolítið leiðilegt, en ég meina them's and breaks, eins og maður segir góð íslensku. Og en þá verður kannski eitthvað skára, en það er ekkert víst að verður eitthvað skára, en þá verður þau bara að þóla það eitt leiki viðbútt. Já, það er einmitt, það gæti verið að vandamáli lýsa sig bara í því að það þurfi að fara Við náttúrulega heyrum ekki hvernig þetta er, sko. Nei. Hvort þetta sé alveg hræðilegt eða ekki, en gæti endaði að þurfa að skoða þetta bara mjög náðu til þess að komast að hver rót vandast er, sko, og þá náttúrulega viljum við kannski freka bara rappa þessar útsendingu upp, sko, fá að sjá senasta leikinn, láta okkur hafa smá eitthvað í smá stund, sko. Já, við viljum En við byggjumst innilega velvinningar Já. á þessu. Það er, okkur finnst þetta sjálfsögðu leiðilegt. Það er en já, svona er þetta bara. En já, þeir eru á leiðinni í Icebox. Boxið. Og við vorum að sjá að Ninjas voru að spila með, þú veist, eins og ég sagði þér, Donkey Rat, hann er góðu killjoy, sko. Mjög góð, stóð sem mjög vel. Já, hann var allan efstur á stigalistanum, allan á seinastu vissum, hann hjá Ninjas. Já. Og Icebox ágætis killjoy map, sko. Gott killjoy map. Já. Og kannski sjá einhverja Viper. Engin Chamber hafa grunlega. Já, það hefur grunlega verið bæði lið sammála það ætti að sleppa honum í þessum leikjum. Ég veit að Gameboy hefur eitthvað spilað Viper hjá Ninjas. Já. Þannig að gæti verið að þeir sé að fara í eitthvað svona strat sem vinnur svolítið með hann, sko. Og bara Apple Pie líka voru duglegir að molla bombuna á killjoyni með einhver line-ups, þannig að ég býst alveg að sjá Viper þar líka. Já, þetta er náttúrulega svolítið, þú veist, Viper map, sko. Ég meina, þetta er bara svona eins og Breeze á mörgu leiti, sko. Já, en við fáum að sjá það núna. Erum að detta í Agent Select einmitt núna. Og þá fáum við bara að sjá hvort það sé rétt. Er eitthvað Viper, fáum við sjá Sage aftur á bóksinu, sterk á bóksinu. Það er náttúrulega annað sem að við svona glemdu svolítið þegar leið á leikinn seinast. Manstu hvað Apple Pie voru fljótir að pikka? Já. Þeir vissu nákvæmlega hvað Já, þeir eru að segja, á Ascent eru búin að æfa þetta, voru bara með komp sem er vel með strött sem virkuðu og þeir sýndu það bara, sterkara lið á Ascent, það er engin spurning um það. En við séum, þeir eru að pikka mun hægar núna. Já. Þannig að það er spurning hvort að þeir séu kannski ekki alveg jafn. Lokkuðin reynu. Þú veist, Sage hann ekki, þú veist, hún
oft talað hann sem svolítið must í Icebox sko, en það náttúrulega búið að breyta B núna. Það eftir að kassin, eftir að vera ekki hægt að skjóta í gegnum kassan, þá var Sage aðeins minna nauðsynleg sko. Já. Við sjáum að Ninjas alltaf satt að keyra með henni. Já, Kleppi búinn að lokka inn, ekki að hovera. Katt líklegast að fara á jettina hérna líka. Já, það ekki? Mér finnst Icebox ekkert eitthvað ekki jetmap sko. En þeir fórna Breachnum fyrir Reynuflass í staðinn. Já. Og sem ég er ekki fan af því. Þetta næsti Mirror Comp sko. Það bara Raze og Reyna. Raze og Reyna? Já. Þú sér það það búið að skipta út aðeins hérna á Ninjas. Jón Snjórir og Astanos eru komin inn. Út fóru Snitsel og Donkirat. Donkirat tekin út? Já. Þannig að engin killjoy, það bara þessi Sage, einu Sentinel. Þeir eru ekki með neitt. Það engin info, svona Sentinel. Það bara sófa í báðum liðum. Já. Það bara Viper Smokes, engin flush. Já. Og já, þetta svolítið spes comp. Sko, eins og ég sagði... Þú ert með 2 endir, þú ert með Raze og Jet, sorry ég sé gripa fram við þér, en svo tekur engan flash. Já. Þú veist það sem ég ætlaði að segja. Ég ekkert viss að þeir hafa eitthvað verið endilega, þú veist, var það ekki bara Katti sem var eitthvað consistently outshootað í sensta leik, skilur við? Já. Þú veist, þegar hitt var allt bara svona örugglega nær 50-50 svona þegar segi af tilfinningum, ég held svo sem ekki að fullyrða það. Þannig að það gæti verið að þeir treysti sig bara í eitthvað svona að reyna nákvæm picks og eitthvað. Já, en ég býst við að þetta eitthvað komp sem Ninjas þá búið að æfa með á boxinu. Eitthvað sem virkar fyrir það kannski. Ég fáum að sjá það þegar þeir hlaupa upp í allir 5. Nota ekki bara Viper og Sage vegginn til þess að búa til pláss á B og planta og fara síðan bara í einhverja postplantstöður. Þetta endar í bara 5 á móti 5 retake. Það eru sjálfgæf. Þarna nær Koar og nær sko Gameboy, þannig að það en hún með treyta og núna þurfa já heyrðu, þetta var mikilvægt pick hjá Jöklina. Núna geta þeir ekki smókað og bara út. Nær öðrum. Jöklina gera góða hluti í þessu rándi og Jöklin bara kom með 4K, það ekki? Og við vitum hann farin alveg bara... Var þetta 4K hjá Jöklin? Var þetta tekið hann með Eisi? Ég held að þetta hafi verið, þetta var að minnst 3K, ef ekki 4K. Þetta 4K. Það var bara rænt á hann með Eisinum. Já. Þannig að En það er svo mikilvægt í svona retake að vera með hetjur eins og Breachin eða Sky einhvern svona sem getur tekið stöður, tekið angul frá hinni liðinu. Já. Þeir sko, ef að Audio hafði ekki swingað alveg svona mikið til að henda poison-orfinu sínu, býtu, tölum af þessu nú þetta er allir að mætast það. Já, þetta bara Jón Snjór og kemur dashið, Karl nær pick, en risastórt hjá Karl nær 2. Skotin í bak nær 2? Í einu skoti eða eitthvað? Já, collateral. Þetta var bara, ok, ég meina 2 pick. Já, góð tilraun. Bara... Not 5 bussum að þeim. Já. En já, þarna, við erum mjög að fara að sjá, tölum aðeins meira þessi retake og bíóta því að við erum mjög að fara að sjá mikið af þeim, sko. Þetta einmitt, Audio notar greinilega veggir sinn strax í byrjun, þannig að hann getur ekki nota veggir sinn í retake. Og, þú veist, þá þarf hann að geta vera með orbið, til dæmis, milli gula og main, sko. Já, þetta er til þess að sé ekki hægt að svinga þar líka, þá eru þeir einhvern veginn bara að vinna með gula, en þá kemur skorturinn á flushum, þú veist. Herru, þetta var gott jump peak hann á disco. Það var aftur komnir á Kattir með vappa strax í 3. rándi. Þetta er greinilega eitthvað sem þeir eru að vinna með að Jöklin ætla ekki að taka neina sénsa. Þeir vita bara að hann veit hvað hann er að gera á vappanum og láta hann fá hann sem eins fljóta hægt er. Já. Þeir eru núna hugsaði bara, nei, við förum ekkert að. Sko, ef þið ná Audio hérna, ef hann nær bara swinga og nær Audio, þá... Nei, þegar Audio pickar upp einhver Qs og er komið með stöffið sitt. Vonandi ekki takkar að drónunum. Herru, takkaður. Mjög fastur. Komið niður í, já. Þetta var vel spilað af Ninjas. Náðum hana. Og komnir bara í plantið. Ætlaður að fá það frítt. Já, og ná mér þessa Quarru með byssunu sem þið pikkuðu. Og talað B-retake. Já, bara við erum komin í sömu stöðu áðan. Sko, ég er ekkert viss að Katti ná að svinga
jöklum frítt sko. Jú, núna, fyrst að ég náði þessu pikki. Þetta komið. Wow. Hann með einhver line-ups? Ég ekki viss að Astanos með line-ups. Já. Nei, Astanos ekki. Ef hann nærileg katti, þá eru við góðum málum sko. En hann gerir það ekki. Þetta var samt, þú veist, við verum að munna, þetta var bonus rounds. Þú veist, þeir voru bara með Marshalls og Spectres og eitthvað. Og, já, Já, þannig að, þú veist, þetta var bara, kannski bara fínt. Og ég fekk að heyra líka að hljóð eftir að vera komið eitthvað í lag. Já, vonum það. Þannig að við heyrum það náttúrulega ekki. Við höldum bara áfram og vonum það besta, treystum útsendingateiminu okkar fyrir þessu. En Kartakurs, þeir rítökuðu bíða bara eins og ekkert sé. Já, þetta, en eins og ég segi, bónus. Sjáum þetta núna, Alfarin hann með einhver line-up. Þarna var jökli með vappa, þetta var gott. Væt píkið á miðunni. Já, en þú veist, Alfarin var svolítið svona, passaði að spila svolítið hratt og svona sko. Þú veist, gaf í rauninni ekkert eitthvað séns á sér að vera tekinn. Jón Snjór veit audio. Þetta er rosalegt, þetta er big. Ó, geggjað. Bíð galoppi. Já, og þeir eru komin inn á A, þeir vita ekki, Apple Pie veit ekkert hvert þeir eru að fara. Og eitt annað bíð í deg. Það er heyra núna plantið á B. Þetta er bara... Og hann er að halda svo orðum inn á A. Disco er bara, einmitt, disco-kúlun er bara... Sér þeir eru með okkur annan ekki. Herru, Lekattir lendi örin á honum, lendi á honum, hann getur ekki eðlætt hana. Og hann að jöklinn ætlaði sko ekki að tapa þessu dúli sko. Já, og Astanos, þetta var svolítið svona, hann var svolítið kaldur hann að vera bara eitthvað að labba hann inn og hoppa og eitthvað. Jón Snjór kemur heitur inn í hennar leik, nær rosalegu B-picki hérna. Já, þetta var skemmtilegt, það er eins og hann hafi svolítið náð að lesa audio þarna sko. Það bara heyrðu, hann er einhvern veginn að spila svona, svolítið spes í kringum vegginn sinn. Það var skemmtilegt round hjá Ninjas. Algjörlega, það er bara mid-push núna. Það er spurning hvort Apple Pie séu bara spenntir í að klára þessi round alltaf bara hratt. Já, bara spara, reyna ná sem mjög byrð sem hægt er. Sko, núna vil ég sjá Disco-ból eiginlega bara últa. Það væri bara geggjað að sjá. Þeir hleypa bara niður miðuna. Einmitt. Beint inn í... Þetta var... Jón Snjór að sprayinu á 3. Þetta var... Ná eitthi byssu. Já, þetta var einmitt, þú veist, ég alveg vilja að mista sprayin ekki alveg eins þú veist, í Valorant eða öðru sé sko, mér finnst ekki að þetta er að lægja alveg jafn mikið á þau sko, þannig að það hefði verið skemmtilegt að sjá þetta 3K spray sko, það hefði verið mjög cool, en ég meina, mann er ekki alltaf öllu. Ninjas byrja sterkir í Icebox. Já. Gaman að sjá það, hvað þeir kunna á þetta map greinilega og Lekattir komin í vappan, en þeir Astanos nær strax að loka hann einhvern veginn út úr positionu sem hann vildi vera í. Sáu þeir hann? Vita þeir að hann á aðinu? Já, hann sá hann hoppa hana. Þeir vita hann á aðinu. Og hann ætti að hafa séð að hann var með vappa líka. Sjá, þeir byrja strax að færa sig upp bíð. Þetta er svo slæmt, þetta er í rauninni ókosturinn stundu við Viper sko. Að þú veist, núna ertu búið með Toxinate og núna getur ekki kveikt á stöffinu í hann aftur í smá stund. Hann er satt að reyna að vinna með Sage Orbin hérna til þess að hægja á þeim á meðan hann er í stóra smókin sko. En núna fara þeir eru voða þolinmóðir, já, og núna koma veggirnir upp og núna er bara hægt að fara í Sage vegginn. Þeir eru samt sniðugir. Þeir fóru ekki beint í plantið út af því að audio var tilbúin að svinga, þannig að það var svona nice play sko. Þótt áttum ekki á því hvort það hafi verið meðvitað eða ekki. Erfið staðallar með vappa í. Reyna fyrir planti. Þeir eru samt að ná þessu. Gameboy hleypur bara hann í gegnum. Lekattir bara með klassikina. Mér fannst þetta bara ógeðslega flott spila hjá Ninjas. Já, ég meina, þú veist, eins og ég segi, það er erfitt fyrir Apple Pie ríktekandi B-side. Já, það er... Sérstaklega náttúrulega svona Viper ulti og fyllt á svona... Já, ég fílaði bara þolum með hérna, þú veist, það var einhvern veginn Viper og Orbi var uppi, þannig þeir eru bara ok, við býðum bara eftir. Við erum 2 eða 3 hérna, við bara treytum hann eða svingar okkur, býðum bara hérna. Síðan klárast það og kemur slow Orb og þeir eru bara ok, þú veist, það er nægur tíma á klukkunni, við þurfum ekki að drífa okkur. Við getum bara beðið í gegnum heilt annan rotation og eina sem þeir eru einhvern veginn svona
eina sem getur klikkað er að einhver getur pússað í bak, en þú veist, en hérna, ég held að Stanos hafi verið að covera bakkið og svona, sko. Sannlega Katter er í nývanum, Já. ég sá ekki alveg hvert, þeir eru í spari, eða hvað, er þetta Force? Ég náði því ekki alveg. Fíla þetta hérna að Stanos kemur bara og nota bara hérna drónan til þess að sjá svolítið hérna. Katter tekur næst í hausinn af Gameboy hérna. Mér finnst þeir vera svolítið hræddi við Katter. Þeir sjá hann réttilega svo. Og hérna, þú voru ekki alveg að kommitta þegar hann er á sætinu og vilja frekar hlaupa inn í Viper Sage, sko, sem er yfirleitt á píanu. Sko, en ég meina að það virðist að virka að hinga til hér leik, þannig að I can't blame him, sko. Nákvæmlega, sko. Núna vil ég sjá Jón Snjó ekki svona framalega, hann er með ressið. Núna vil ég bara sjá Já, hann er bara að fara í pík strax. Já. Og Jöklin nær kleppir og þá er sem nær tveimur. Þetta er bara, herri, hann hendur í últi, stendur hann í neitu, nei. Óhefinn, hægir svo mikið á mann í þessu últi, sko. Enginn að vinna með Jón Snjó þannig. Hann líka stendur á svo lélegum stað. Ég held að hann hafi verið að reyna að gera rotationi yfir þegar vekkur fyrir niður í miður reloadi. Þetta er komið. Voðalega var þetta mikið að, sorry ég skulle segja, mistökum hjá báðum liðum bara. Já, þú veist. Ég er rétt ná að klóra sér úr þessu Apple Pie. Já, þú veist, einmitt, það var einhvern veginn, kannski sá ekki bestu sjónurrótin að áttamæli nákvæmlega á því hvað það var sem fór úrskeiðis, en þetta var svona, þú veist, einhvern veginn, hann fer þarna í últið, alfarinn, og er grenar og mér líður eins og það sé svolítið stroke of luck hjá Ninja, sko. Þú veist, sorry, en hann var ekki að henda sér grenu hann út af hann viss að Sova hann var að fara að últa þarna, sko. Þú veist, sorry, ég kaupi það ekki, sko. Og síðan, þú veist, pinga örin 2 hjá Ninjas, þannig að ég vissi svona nokkur neginn hver voru staðsettir á sætinu og þetta var bara, það var svona voða mikil ringulreið eitthvað, sko. Kvaru með annað angul. Þeir eru 3 inn á aðinu og ætla vonandi að Jöklin náði pikki en að henda út drónanum. Þeir eru að nota drónan vel, sko. Það kemur double satchel-inn með rocket, hittir engan. En tekur upp orbið, það er óheppinn með tímasetningu hana. Ég meina þú heyrir. Já, óheppinn og ekki óheppinn, þú veist hvað ég meina. Þú heyrir hann er á double satchel-inn að kannski ekki rétti tími til að byggja upp orbið, sko. Hérna, nema hann hefði bara ítt að vitlis að dakka eða eitthvað, sko. En þá er þetta 3 og 4. Það Jöklin er staðsettur mjög framalega. Hann var að dassa út. Núna nota þeir nota orbið. Herru, hún er svo volt út. Já, ok. Nær alfar. Svo var hann Jöklin klárar þetta fettir óti á. Ég ætlaði að fara að disseta Sovolt eitthvað, en leið að náði einum, sko, þá var það allt í lagi. Þú veist, ég veit ekki, það er einhvern veginn bara svona spila, þú veist, fyrst þið voru með það hefði kannski getað að spila aftar og eitthvað, en ég meina, kannski langaði þeim bara ekki til þess og ég meina, það þurftu ekki. Þetta er svolítið ávart núna, er að senda þá í svolítið spar en það Katter ákveður svolítið að kaupa. Hann ætlar kannski að reyna bara að keyra í hnífa, síðan. Já, hann vantar fjóra í hnífana. Þannig að ég er bara að reyna, þú veist, I'm grasping here, sko. Já, en sjáum hvort að borga sig. Samt audio, Jöklin keypti, hann keypti, en ætla hann clear þetta hotn. Ég er ekkert viss að Astanos clear þetta hotn. Jú, hann clear þetta hotn. Fyrir píkið sjoktart line-up nær Gameboy, því líkt line-up á þetta. Það er fyndið line-up, sko. Góð tímasetning á þessu slow orbi og sérlega Katter var bara komin í bak með vappan. Þarna kemur ressi, þetta er reyndar einn besta nýting á, þú getur ekki beðið auðveldara ressi eða svona betri nýting á últinu eða Sage, sko, bara þetta er alveg safe. Já. Þarna Jöklin nær kella. Já, heyrðu, hann er komin alveg, hann er að hlaupa en þeir heyri ekki í honum. Hann var að hlaupa, sko. Það er alveg Katter einn eftir, hann ætlar hann að reyna að ná einhverjum picks. Byrju, hvað er vappin hans? Seldan hann? Hvað er vappin hans? Ekki hann þurfa hann eitthvað? Kattinn! Þetta voru rosalegir hausar maður. Keypti hann ekki operator eða? Hann var með hann þegar við hættum að horfa á skorbortið. Nei, hann er með 7K. Hann keypti hann ekki.
Hann selda? Selda hann undir bara alveg já. áður en að rándi byrjaði. Og núna kaupir hann. Og væntanlega fyrir einhvern annan eða eitthvað. Ja, hann droppar í staðinn. Droppar og já, fyrir bara, já. Það er miklu meira að vita í því. Og það skilja Oti og bara hann eftir. Hann fyrir bara í Judge eitthvað, hann er Viper. Það er ekki playið. Það er Justin og Viper. Já. Ég held að það sé playið. Ég meina, erfitt á B-nu samt ef þeir eru alltaf að dróna þetta. Já, reyndar. Scanning ahead. Og ætla að taka miðuna þetta ránd. Þeir eru bara að gefa það, sýnist mér. Þeir eru með undir, Kleppur að horfa undir. Gefa alveg kitchen og túbið. Og sér það hann er byrjar að lappa upp. Alveg frýr. Já. Og þeir ætla bara að bíða eftir að hann nái pikið hérna. Bara taka þér rólega, leifa hann að koma alveg í bak á B-ið. Þeir eru orðinir eitthvað stressaðir hérna, þeir eru farnir aftar hérna á B-inu, Og þeir lappa, Apple Pie. hann næri 2 hérna í bak. Já, Astanos, flott staðsending, nær 2. Nær 2 flottur. Lekatt er einhvern veginn tilbúinn fyrir Og þetta Jón- angul núna, en ég meina þú veist, heyrðu, Kleppir samt að hann nær. Kleppir þarf að koma stór hérna út. Þeir vita að sprengja droppaði. En Lekatt er svolítið tæpur nær diskoból, fær annan í bak, veit á honum. Og Kleppir, þeir eru að bjarga sér randi, sko. Þeir eru alveg að bjarga sér randi, sko. Hann lítur að hlaupa á A og Kleppir þá fyrir ressið hérna. Þá er þetta 2-2 í retake. Lítur út fyrir að vera. Og þannig Vappi, getur bara haldið Vappanum líka. Nei, þeir hafa alveg efnaði að reyna Ég myndi alveg reyna þetta. 2-2 úr undir. En þeir verða að pikka upp eitthvað annað, þeir verða að taka hann Vappa og fara síðan að fiska einhver aðra betri byssu, sko. Ætlaðu að spila aftalega með þetta eina sjokkdart kannski. Veitu, þarna heyri Jónsnuriðum, þeir eru ekkert að labba. Gott sló, aðeins og seint þetta sló. Ákveð að fara í píkið þarna. Og ég ætla bara að segja, lélegt sjokkdart hjá Astanos. Þetta var... Hefði verið að sjá að spila 2v2 aðeins meira eins og 2v2 en ekki að reyna að fara í eitthvað hero play, sko. Nei, þarna hefði Jónsnur bara átt að einmitt slóa og bara beila. Og vinna svolítið með Astanos, sko. Já, og Apple Pie taka rándið 3-7 og halda Vappa, ná tæpu kaupi hérna. Hörru, timeout hjá Apple Pie. Þeir ætla greinilega að nýta sér þetta til að snúa leiknum við. Ég elska þessum timeout. Ég fíla timeout, sko. Það er fá leiðin svona aðeins að anda og hugsa og tala, eða ekki, eins og Leo sagði þegar hann var út að bara standa þessu upp, tegja. Það getur verið gott líka, sko. Já. Og en þetta virðist vera, þú veist, ég meina, ef við horfum á þessi ránd sem Apple Pie er búin að vinna. Þú veist, Astanos byrjaði senasta ránd á því að ná 2. Já. Það er erfitt fyrir það að klúðra þessu, sko. En það tókst einhvern veginn. Síðan var þriðja rándi þar sem að Apple Pie sem sagt, ég man nú ekki alveg hvernig það var bara kaup. Já, það var bara kaup. Það var bara kaup, retake og B. Já. En síðan var rándi sem þeir náðu það sem okkur fannst vera svona semi-óskiljanlegt retake á B. Er þetta ekki bara svona búin að vera smá lökkar ránd hjá Apple Pie eða þá óhefni? Já, þetta er svona ránd sem þeir eigi ekkert endilega að vera að vinna. Nei. Þannig að Ninjas þurfa bara svolítið að halda áfram að gera það sem þeir eru að gera. Og Apple Pie, þú veist, einmitt, gott að taka timeout til að reyna að skilja aðeins hvað það er sem að þeir geta gert öðruvísi. Nákvæmlega. Út af því að ég held að þeir geta ekki treyst á að vinna fleiri rounds svona, sko. Það er ekki sniðugt play, sko. Næstu audio sem kemur seint í line-upi. Það hefði verið big. Reynir annað line-up nærði í. Nei, lekkan one way. Hvort þið ætli lappi í gegnum það? Nei. Ég hefði nú ekki viljað sjá Gameboy droppa með sprengjuna. Þetta var ekki gott play. Hann hefði átt að degja hana. Já. Þetta, já, ok. Hendur eru í ultið, eða ekki? Hann hendur í ultið, ætlar að hóka sér rándi alveg. Jöklin nær alfarum á snömman, kemur risastór út og þeir eru bara komnir inn í Viper-ultið. Og þá bara blindaspreiði hjá Astanos og Gameboy fór hann inn í og held ég hann hafi náð svona semi-collateral, sko. Þannig að
Þeir eru að rosalega notfæra sér þetta, vita þeir eru veikir á B-inu. Já, en þú veist, náttúrulega, en við vorum sammála það að Gameboy hefði aldrei átt að geta gert þetta. Nei, hann er Viper með sprengju og hann ákveður að droppa bara eitthvað þarna til entry. Í svona letnaðan vonvið. Já, í svona semi-vonvið, þú veist, sem Odio sá hann á undan, sko, það er bara... Odio kannski ekki alveg með vandalsprayið aðeins að stríða honum kannski, hann er mjög alveg. En ég minna að þetta tókst, þannig að... Nývandar Lekattir ættir að hleypa út miðuna, heyrir vandalega í þeim. Nei, þetta Lekattir notaði nývandir sinni í senastrandu, eða ekki? Er þetta ekki nývandir hjá, Þetta er nývanum hjá... Jöklinum, út af því að þetta er senasta ránd, það getur bara alveg stoppaði strax. Jú, það er rétt fyrir, aðsækja það. Þeir eru að fara aðeins núna, og hann bjóst held ég bara ekki við honum svona rosalega nálægt, sko. Risastrótti við. Já. Þetta var svolítið ná frí planti, 5-5 retake aftur. Geta þeir ekki bara að spila eitthvað postplant, Viper Sova postplant? Viper Sova Reis postplant, jú, alveg. Úf, þeir halda, strákar. Alvarinn getur verið risastór einn út, viffar alveg og þeir detta niður einn. Úf, ég ætlaði einmitt að bara segja bara Ninja, strákar, Smoke er ekki veggur, sko. Og þegar hann kom hann út, kom í rauninni í hliðina á, sko, bara 2-3. Já. En bara... Það er kannski svona moment sem ekki fara eins og Apple Pie vill, þetta er svona óheppilegt en samt þarft að nota tækifærið og hitta þessum skotum þegar þú virkilega þarft að hitta. Herru, talandi um jet game, sko, Jetif. Já, núna er það jöttum sem bara herði. Ég ætla ekki að lefa Lekattir vera eitthvað hérna. Þetta er ekki Lekattir game hitt, sko. Þetta er bara, það veist... Sjá bara líka hvað mappbyggin er að... Þeir skipta máli, skipta rísa máli hérna. Þetta er bara... Nokkuð jöfn lið, sko, á blaðinn, möppin greinilega... Já. Búin að æfa sig meira á... Þetta er nefnilega máli, sko, þú getur ekki treyst á það, sko, þú veist, á að hérna móterinn banna eitthvað ákveðið eða pikka eitthvað ákveðið, sko. Nú verður að æfa laug, hellinga möpp. Það var hratt. Já. Óttu kemur í baki á jökla, hann læra á það. Já, koma hérna báða meginn. Astanos með góðan haus. Þeir voluðu of stutt. Ná ekki plantinu. Þannig... En hann fer í væt með bombuna. Langar að bakka. Já, þeir ætla bara að bakka og Koaru, sko ef þeir ná Koaru þá held ég að Ninja séu bara í virkilega góðum málum út af því að, en ef hann nær hílinu þá held ég að þetta sé, þú veist, alveg á hinn veginn, sko. Og ég held að það er allir bara svona lettir reset en þeir eru bara hlaupa hratt á bjöð. Já, spurning hvort að Jónsson voru að heyrt þarna, já, þarna heyrði hann í þeim. Og Disco Ball, það er spurning hvort hann ætli bara að stoppa plantið. Nei, hann lætur vita af sér. En það er spurning hvort að Jónsson svingi, já, hann svingar en gerir það ekki alveg nógu vel. Þeir cover að Lekattir alveg á meðan hann plantar. Núna er þetta allt í einu 3 og 4. Engin utility í boði. Eða hvað, Alvarinn er með drónan. Já, Disco Ball bara lætur leifið þeim að vera að gott að Gameboy treyta þessu áður en að Kleppir góður í svona stöðum. Spilar þetta vel. Já, mjög vel. Timing, þessi leikur stundum, sko. Næran þessu. Vel gert Disco Ball samt verið að gera það. Já, ég held að hann ná þessu, það ekki? Jú, það er ekki komið svart, þannig að ég held að hann rétt svo ná þessu. Þetta sleiki bara... Úff. Flott. Reisastórt sound að taka pistolið þegar þú ert 9-3 yfir. Þetta er bara geggjað fyrir Ninja, sko. Ég held að þetta... Þegar þetta var allt í hennu bara þessi þetta swing hjá Jón Snjór og þá held ég að þetta væri bara alltaf að fara dætt sundur, sko. Bara eitthvað retake með ekkert utility og... Þú veist, en... Svona eru pistol roundsundum, þetta er svolítið svona... Já. Svolítið messy. Ég held að þarna hafi verið ótrúlega stórt að Satsel. Þar hann hendi eitt annað. Ég held að það hafi verið ótrúlega stórt að Koaru var treytað. Hann náði ekki að skjóta einhvern og híla sig og vera overhílaður. Þú veist, það er bara... Þetta er force. Þetta er force. Þeir verða eða bara... Já, þeir vil ekki spila á nálægt match point, sko. Það er líka line-ups. Já. Sástu líka í Ascent, hann er með rosalega line-ups. Já. Jón Snjór býst aldrei við honum hérna, sko. Disco Ball nær 2, þannig að hann er klálega búinn að vinna sína vinnu hérna. Og sér það, Alvarinn er inn á A.
Þeir eru að planta á B. Já, og Jökli nær plantinum. Kattir með risstort. Já, en hann er lár. Og þeir eru með bombu, Ninjas eru með bombu. Og Leiklattir þarna sá að Stanos Leiklattir, þannig að hann ætti alveg að vita hvað hann er. Já, og þarna skipti að máli hvað hann var lár. Núna ættu þeir að vinna saman. Og góð hjá Astanos. Nei, hann hitti efst í hurðina. Þetta hefði skipt svo miklu máli fyrir Gameboy að fá meira info sko. Ok, ég held að enginn af þeim hafi heyrt í þess að hann hafi pikkað þessa byssu. Svo Astanos bakka alveg, já. Það er spurning hvort þú veist, hann verður að planta bráðum. Þeir þurfa bara að spila af plantinu. Báðir mjög lóg, vilja taka... Þarna sér hann, en sko, þeir þurfa bara að láta hann byrja að planta og svinga í plantið. Það hann hefur ekki tíma til þess að leika sér svona mikið, sko. Já. Á, eitthvað óvíst hvað hann var að gera með hnífinn. Já, sko... Erfitt. Það er eins og hann hafi verið svolítið hræddur og poppa drónin og eitthvað svona, þú veist, hann hafði ekki tíma fyrir þetta. Nei, þetta er erfið stað til að vera í. Já, alveg mjög, sko. Þú veist... Erfið stað og þetta... Ef hann hefði verið beint í bombuna þá hefði hann getað, þú veist, unnið með fleiri fake plant til þess að lokka það út, sko. Já. En, þú veist, það er mjög erfið stað. Já, auðvitað að vitur eftir á, sko. Ninjas, bara að lappa burt með hennar leik, en svo er... Já, hvernig fór aftur fyrsti leikurinn? 13-6, 13-7. Já, 6-7, það ekki, mitt. Þannig að, Og þeir neyðast bara til að kaupa Sheriff's Low Armor. Já, og ef þið tappa þessu að vera komin í matchpoint. Og Jöklin var svolítið óþölmóður, hann að... Það er að reyna að fá info. Búið með dassi sitt. Og núna komaður rætt, sko. En hann satt tilbúinn, hann bara no-scopar. Nær allan einum, heyrðu. Leiklattir er komin í hnífa, það er náttúrulega, þá er þetta allt annað round, sko. Það er þetta allt annað round. Jónsson, næst að byggja hérna. Gameboy hleypur bara inn. Og þeir ná Leiklattir, þannig að núna er þetta alfarinn einn eftir á móti tveimur og með lélegri byssu. Og það er bara, þú veist, þeir náðu samt 3 á planti. Já. Þú veist, ég minna þú ert ánægð, þú ert venjulega ánægð með það með deglur en... Núna þurfa 9 round í röð, Bjarki, til að fá overtime. Það er ekki ómögulegt. Alls ekki ómögulegt. En ólíklegt. En ég sé það ekki fyrir mér, eins og staðan er núna. Já. Þetta er erfiður leikur. Kunna vel á þetta map, eins og sést. Já. Ég held að ef það er eitthvað sem við erum að læra í kvöld, þá er það Ninjas eru bara þrjusu fínir í Icebox og Apple Pie eru þrjusu fínir í Ascent. Það er að reyna á aðeins aftur. Já. Þannig að pinga það er spurning hvort það sé bara call-in núna bara. Jettir hérna. Þetta var Leiklattir sem var pingaði, sko. Diskobólinn það. Með Marcel. Hann nær næstu... Svo sleikir á hann meira. Já, hann nær næstu í Kleppir. Einfallega bara út að Kleppir var að elta Leiklattir svo ótrúlega, þú veist, hann var svo fasta á hælanum, sko. Þeir eru að... Einar skríða í gegnum stage-slóði. Já. Þetta er svona... Ninjas ætli bara að reyna í retake, eins og... Sko, þarna kemur mollinn og eyðileggur plantið og núna er eftir bomban. Já, núna er eftir bomban bara liggjandi þarna. Það er í plantið. Mér finnst að Gameboy ekki bara góan. Gameboy góar hann viffar rosalega. Rétt hugmyndið. Bara hægri klikkið. Klára þetta bara. Vá. Jæja, þetta var bara... 13-3. Þeir bara... Snýrus alveg. Alveg gjörsamlega. Já, þannig að þetta bara allt annað leikur. Allt annað leikur, sem skórbóti hérna. Jöklin Jöklin og Reis, 4 forsplátt, 5 forsplátt. Vá, já, Discoball var að gera stóra hluti í þessum leik líka með þér. Já. Alveg klárlega, sko. Þetta var fyndið, þú veist, venjulega er ég alveg bara svona, herðu, við skulum bara fá einhverja 2 close leiki, eitthvað svona, þú veist, þetta var bara, síðan er þetta hérna, þú veist, samt ekkert eitthvað þetta er bara close á annan hátt. Þetta sýnir bara ef liðin taka æfingar í þessum möppum, stratta eitthvað,
þá endar þetta bara svona. Já, þetta En reyndar, þú bentur á það að Ninjas skiptum 2 spilurum Já, ég, sko sem var þá Jón Snór. Jón Snjór og Astanos kom inn og Snitsel og Dongirat fóru út. Já. Á blaði eru Snitsel og Dongirat. Ég meina Dongirat stóð sér frábælega í sandling. Já. Hann var alls ekkert eitthvað vandamálur að pæla við því, en þú veist, mér finnst bara, skilur, ok, Lakatter, hann var svona einhvern veginn, hann endur á sama stað og Dongirat í seinasta leik með eitthvað 1 KD svona sem í og, þú veist, en síðan er bara, þú veist, hérna til dæmis, var Reyna rétt call hjá Koro eða? sko, ég fíla ekki Reyna. Nei, ég ætla bara, þú veist, koma út og segja bara ekki Reyna. Þú veist, bara, Nei, ekki Reyna að spila Reyna. Nei, þú veist, nema, ok, Busti er með gæðina úr Dusty, þú veist. Já, það er aðeins Þorsteinn öðruvísi, já, Þorsteinn og Edison og Bjarni og svona, þú veist. En samt, þótt að þeir var að peka Reyna, ég vil ekki sjá þess að hitti. Nei, þú veist, þetta er Í staðinn fyrir, þú vilt frekar sjá Þorsteinn fara á Jet eða Phoenix jafnvel. Já, þú veist, já, þetta er einhvern veginn, þetta eru bara svona 2 flush og síðan, þú veist, þarftu bara að vera miklu betri heldur en Þú þarf bara að vinna gangi. Já, þú veist, það er Og þú veist, svo er þetta endrað svona oft í svona liðsleikjum, þú ert bara að treyta þær strax. Já, Reyna er náttúrulega reynda með þetta dæmi, sko, það er erfitt, þú veist, ef hún vinnur gunfightið, þá getur hún bara dismissa í burtu, sko, þú Já. veist. Já, reyndar, en samt að ég veit það ekki, þú veist, ég held að ég sé ekki búinn að sjá einhverja Reynu, sko, hvorki í þessu tímabili nýja seinasta tímabili, þar sem ég var bara eitthvað vákvætt og geggja pikk, eitthvað, Reyna, þú veist, mér líður einhvern veginn svo að allt sem ég hef séð á spilurum sem spila Reynu er eitthvað sem ég hefði getað séð á hvað agent sem er, skilur. Já, nákvæmlega. Það er, þú veist. En Reynaði með þetta clutch-faktor. Já, en er það, sérstaklega hún últar. Sáum við eitt Reyna í báðum leikjum, sko. Ég held að það hef ekki verið eitt einasta Reyna. Þetta er bara svo low impact heitja. Oftast, þú stundum er þetta bara vonvinna en ég er bara betur en þið. Ég ætla bara að vinna því ég er að spila þessa heitju sem gerir mig kleift að þú veist, vera betur en þið og bara rúla yfir ykkur, en þegar liðin eru svona jöfn, já, þá er ekki fyrir mig allan. Nei, það er alveg spurning hvort að þeir endurskoða þetta eitthvað. Já. Þegar fara inn næsta leiki, sko, þú veist, ég myndi allan að gera, en ég ætla svo sem ekkert að vera eitthvað að predika, þú veist, mínar skoðanir eru svo sem ekkert eitthvað Nei, nákvæmlega. mikið stærri eða mikilvægari heldur en skoðanir annar, sko, en við erum allan að sammála í þessa skoðan, við 2. Þannig að það er ekki pikka Reyna, sko. Nei, ekki að það var kannski eitthvað vandamáli. Það var bara þessi Reyna sem Já, nei, þú veist, þeir töpuðu ekkert bara út þessar Reynu, sko. Alls ekkert að Reynan sé eitthvað lélegur spilar eitthvað þannig, en þetta er bara low impact heitja í svona liðsleikjum, finnst mér. Já, þú veist, maður sér nægilega ekkert pikka á þessum stórum mótum nema kannski bara af eins og þú veist, Tense eitthvað. Já. Þú veist, það segir svona svolítið sitt, sko. Já. Þú veist, og það er heldur meira sér bara þegar að sé Sam er á Jetinu, sko. Eða eitthvað svoleiðis, þú veist. Annars myndur bara alltaf velja Jet, þú veist. Já. Til hvers að velja Reyna, sko. Nákvæmlega. En þetta var áhugavert, þetta var jafntefli, en Ninjas með aðeins vera unnu fleiri rounds. Þeir unnu fleiri rounds, þannig að þeir haldast í 5. seti, en þetta náttúrulega þýðir Apple Pie fyrir upp í 7. seti. Er það? Já, þetta þýðir það. Demon töpuðu fyrir Ninjas og þeir eru í 7. seti mitt núna. Fáið þið kannski sjá listan eitthvað? Áður en við klárum streymi. Já, ég hugsa nei, við náum ekki að uppfæra hann í beinni, en sér það Demon töpuð á móti ég held að ég minnir alveg örugglega að Demon hafi tapað gegn Ninjas. Töpuð gegn Ninjas? En í þessar umferð, Demon er ekki búin að spila eitthvað? Nei, þeir eru að spila við Sakaskrána í þessar umferð. Ég kannast ekki við að sá leikur sé búinn. Nei, hann er kannski sjá hvernig hann fer. Já. Og svo verður bara listin uppfærir vonandi fyrir máli. Já. Sjáum hvernig hann endar, en svo eru toppslægir
að spilast núna. Já, það er Busty XI Busty er XI. í gangi bara einmitt núna. Ég hlakka mikið til að sjá hvað kemur úr þeim hvað kemur úr þeim leik. Ég hvort að XI nái öðru sætinu aftur til að fá rematchi við Piki. Já, það er náttúrulega, já, það eru 2 umferðir eftir núna og ég held að sko Ninjas voru alveg svona í stöðu til þess að byrja að fara í slag við eitthvað af þessum toppliðum sko. Já, ég held að við fáum kannski bara Ninjas KZ næst eða eitthvað svona. Já, það er satt gerir það svolítið erfitt að ég hugsa að Apple Pie endi núna í 7. sæti sko eftir þetta. Það gerir það svolítið erfitt að ef við setjum Ninjas gegn KZ sko, hverjir er að fara að spila á móti hina í topp 3. Ég held að það sé líklega að Ninjas spili við 3. sætið og þá Apple Pie við KZ. Já. En þannig að þá fá bæði liðin til að taka fá bæði tækifæri til að komast upp í þessa topp. Já, þessi 4 lið sem að pleysu í rauninni bara sítuðu miklu herra heldur en allir aðrir inn í móti sko. Já, ennþá tækifæri fyrir að ná þessu toppspotti með 2 umferðir eftir eða ná algjörlega góðum sigurum. Já. Þannig að það getur allt gerst. Já, þetta er bara ég held að þetta verði æsispennandi núna, æsispennandi umferðirnar. Já. Og síðan endur náttúrulega seinust útsendingu á toppslag og það verður ótrúlega spennandi með að sjá hverjir verða í honum. 2 umferðir eftir. Það er í rauninni allt sem getur gerst. Fyrsta Ninjas og Apple Pie eru öllu líkitum að fá tækifæri til að komast þarna upp sko. Já, þannig að það bara getur hver sem er gíska á hver verður í síðasta toppslag. Já, algjörlega. Sem verður þá á mánudaginn eftir 2 vikur. Já, við erum sjálfsögðu með útsendingu eftir viku. Kemur ljós, en þá eftir að koma ljós hverjir eru sem spila þá. Já. En það verður, við veljum eitthvað skemmtileg lið sem að við reynum að fá sem flest lið á mótinu í útsendingu. Getur náttúrulega ekki fengið öll. Nei. Út af bara hvernig formatið er. Já, það eru 14 lið sem myndi krefjast sjáum þá líklegast Cupcakes eftir að koma, Busty og KZ eftir að koma og Atgerar. Já. Þannig að við sjáum eitthvað og svo er einhver 2 lið viðbótið ekki. En við sjáum bara hvernig það kemur. Já, lítill fugl sagði mér að Team Classic Musketeers hafi bara verið svona nokkuð jafn leikur sko. Þannig að það getur verið svolítið spennandi að sjá þau næstu umferð. En það er bara kemur í ljós á morgun. Kemur í ljós þegar við setjum þetta allt saman. Góði leikir í dag. Já, mjög skemmtlegt. Eins og ég segi, jafnir á öðruvísátt. Á öðruvísátt, mjög öðruvísátt. Já, en samt skemmtlegir. Og stomp inn í annar stomp. Já, það er svolítið, þú veist, maður ágreinilega ekki að fara með einhverja svona hugmyndir inn í þetta, svona fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvað ættir að gerast sko. Já. Það er bara, held að sé alveg örugt segja það. En þá sjáumst við bara næsta mánudag. Já, takk hérlega fyrir okkur og takk fyrir að horfa.